Í þessa tilraun þurfum við 2 ósköp venjulegar ryggsugur. Þið vitið svona ryggsugur sem eru til á hverju heimili og kötturinn ykkar er skítræddur við. Við höldum stysta stútnum eftir og festum hann á viðarplatta sem mun gegna hlutverki hanskans. Sogkraftur ryggsugunar verður meiri eftir því sem flöturinn verður stærri og þess vegna eru viðarplattarnir svona stórir, svo þeir geti örugglega haldið mér upp. Hvað höfum við hérna? Gömul skólataska. Gömul skólataska? Og að klippa niður. Frábært. Og viðarplata? Viðarplatan. Svo eru konar festingar hérna fyrir ryggsugunar. Þannig nú er bara að setja þær á. Og þetta eru bara venjulega ryggsugur? Já. Þú ert ekkert búinn að eiga við þær að stækka mótorn eða neitt? Nei, þetta er bara venjulega ryggsugur. Heimilisryggsugur. Og þetta heldur mér alveg uppi? Við skulum vona það. Vonum það. Herru, festum þetta á. Þetta er Atli. Hann er smiður hjá RÚV og smíðaði þessa mögnuðu græju. Það er mjög mikilvægt að pokinn sé í vélinni. Já, það getur svona stoppað raka inn í mótorinn. Já. Þannig og ryk og drullu þannig að það er svolítið vont ef það klikkar. Hvað höfum við hérna? Hvað er þetta? Þetta er reiðhjólaslöngur, bara í gúmmislöngur og undir því er svampur. Og hann gefur eftir þegar hann límir sig við vegginn? Já, og alveg þéttir sem saman og... Einmitt. Og reiðhjólaslöngurnar grípa gríðarlega vel? Já, svo eru það bara límda fasta þannig að við séum ekki að fá loft á milli. En hvers vegna er þessi göt hérna? Það er svo til að hleypa út þegar þú getur losað hann af veggnum. Þá setjum við lok hérna á þetta og þá getur þú opnað. Einmitt, og hleypir loftinu af og þá geti losað frá. Er þetta tilbúið? Já, nú er þetta tilbúið. Má ég það prófa? Já, nú er kominn tíma að prófa þetta. Það sjá það allir að þetta er glæsilegur ofurhetjubúningur. Svo megum við ekki gleyma framlengingarsnúrunum. Þetta virkar? Þetta virkar. Prófum. Þessi veggur hérna, hann hentar einfaldlega ekki. Strax örlítið betra, en ég stíg þó niður. Það er alveg greinilegt að tækið er að virka, en við þurfum að finna vegg sem heldur okkur, sem myndar nógu gott grip. Prófum gler. Glæsilegt. Þá vitum við það, gler grípur mjög vel, en þá er spurningin, vitum við nógu háan og glæsilegan glervegg sem er þess verður að vígja þessa ryggsuguhanska? Ég er eina hugmynd. Þetta er Perlan og þetta eru meðlimir úr björgunarsveit skáta í Reykjavík sem passa að fyllsta öryggi sé gætt. Hverjum hefði dottið það í hug að það að klifra perluna með 2 ryggsugum væri stórhættulegt? Eins og allir vita er aldrei gott að detta. Hvað þá ef maður dettur úr margra metra hæð? Þetta virkar, þetta heldur mér. Þannig að þú mælir með að ég fari ekki alveg upp eða hvað? Svona... Næstu, ok. Þau passa að allir hnútar séu rétt nýttir, að allur öryggisbúnaður sé í lagi og enda svo á því að lána mér glæsilegan hjálm. Svo var hjálm. Og hann er bara svona. Er það mjög lausaður? Nei. Við notum límband svo skórnir mínir losna ekki úr lykkjunni, því það að missa fótfestun á miðri leið gæti verið stórhættulegt. Það er komið að því. Nú er að duga eða drepast. Ef að ryggsugurnar ná ekki góðu gripi á glerinu þá getum við pakkað saman og farið heim. Fyrsta festist og svo seinni líka. Þetta virkar. Herra mínir og frúr, við sjáumst. Ég er farinn í klifur. Ég hef alltaf verið svolítið lofthræddur og þess vegna ætla ég alveg að sleppa því að horfa niður.
Ég hef hvort eð engan tíma til að spá í því sem að gerast á jörðu niðri. Ég á fullt í fangi með að klifra. Þetta mun erfiðara en ég gerði mig grein fyrir og ég þegar farin að fá krampa í hendurnar. Ég verð að finna takt í klifrinu og halda stefnunni. Skátarnir virðast ekki hafa miklar áhyggjur af mér, en ég veit að ef ég harðbakkan slær, þá eru þau ávallt við. Jæja. Herri, ég ætla bara að koma niður. Slökum það bara á. Ég veit ekkert hvort ég dett niður eða ekki, sko. Það hættu bara vel við. Krampinn í höndunum er orðin svo mikill að ég get varla hreyft puttana og ég verð að geta hreyft á til að geta hreyft loftinu inn í hanskana. Ferðin niður byrjar ágætlega. En svo gerist það. Ég missi takið. Eins og sjáum við, þá er mjög gott að vera í svona línu af því þá dettur maður ekki niður. Þetta hefði til dæmis getað endað mjög illa. Jæja, við skulum að reyna að komast aftur að veggnum. Ég dangla eins og sokkur á snúru. Ég veit ekki alveg hvernig við ætlum að gera það. Við höngum hérna bara í smá stund. Það er fínt að hanga líka inn á milli. Svona þegar maður er að gera tilraunir. Þannig. Á endanum næ ég að teygja mig í skóinn sem enn er límdur pikkfastu við ryksuguhanskann og losa reimarnar. Nú er ég nánast í lausu lofti, svíf eins og skrítinn og mjög lofthræddur fugl. Og nú megum við slökka á. Slökka hérna á. Þetta er greinilega hægara sagt en gert. Sogkrafturinn er gríðarlega mikill, en það er ekki bara hann sem við þurfum að hafa í huga. Hendurnar á mér núna til dæmis eru alveg bara, ég get varla kreft. Það er aftur, kreft nefan á þess að finna alveg rosalega til. Mér langaði rosalega mikið að ná upp á topp, en hendurnar á mér einfaldlega bara réðu ekki við það. Það eru alveg bara, ég get varla haldið á gafli. Og eins og við sjáum, þá er þetta stórhættulegt. Við þurfum að fara rosalega varlega. Og þakka þér kærlega fyrir þetta, af því annars væri ég líklega ein stór vísindamanna klessa hér á jörðinni. Þess vegna mæli ég með að fólk noti kannski ryksugurnar sínar aðalega til þess að ryksuga, en láti atvinnumennina og með því meina ég björgunarsveitir það að klifra upp og niður veggi. Og þau tóku mig á orðinu. Enda vön ísklifri og klæjaði í puttana að fá að prófa græjuna. Þetta er nefnilega svolítið snúið, en mér sýnir sem svo að hann sé einfaldlega að rúlla þessu. Hann var ekki lengi að komast upp á topp og lét að líta svo auðveldlega út að ég íhugaði það alvarlega að klippa hann út úr þættinum og segja engum frá því. Það er örlítið erfiðara að komast aftur niður, en hann lét það ekki stoppa sig. Þetta er glæsilegt. Nákvæmlega svona á að gera þetta.